Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins. Komið sæl og velkomin aftur að Rauðaborðinu. Ég heiti Oddný Eir og til minni komin góður gestur. Það Guðný S. Bjarnadóttir, stjórnarformaður Vitundar, samtaka gegn kynbundnu ofbeldi. Já. Það ekki nafnið? Jú, það passar. Og þið komu nú til mín hérna einhver tímann og þá var hún Ólöf Tara sem heitin var með okkur í spjallinu. Það var þá í upphafi kvenna ársins, eða þeirra það ekki, eða það voru allavega séð fram á svona mikla dagskrá. Já, og sem núna eiginlega, nú árið svona hálfnað cirka og búið að vera margt í gangi. Hvernig líst þér á stöðuna? Finnst þér hafa einhver vitund hafa vakrað því á landsmönnum á þessum tíma? Já og nei. Það alltaf útrúlega merkilegt að fylgjast með umræðinni hvert sem það eitthvað svona sérstök átök í gangi. Og það sem ég að sjá rosa mikið núna þetta risa bakslag sem við stöndum frammi fyrir. Vegna þess að konur eru þetta hérna að tala um það sem að mætti betur fara. En það virðist vera eitthvað svona kergja í því einhvern veginn að ná fram svona heildar momentum hjá þjóðinni að vilja breyta þessu. Ok, þannig að þið voru kannski svolítið svona, þeir sem að berjast í þessu voru að vonast til þess að þetta myndi byggjast svolítið upp, þetta momentum eða þetta svona þessi löngun eftir því að nú þyrftum við að fara úr þessu bakslagi einhvern veginn, getum ekki. Þannig að mætti það eiginlega tala kannski bara kergju eða svona þrjósku eða sem bara að vilja ekki fara fram á við eitthvað. Já, að einhverju leyti og svo myndi ég líka bara vilja sjá fleiri karlmenn aktífa í baráttunni. Það auðvitað bara ótrúlega bara óásættanlegt að við sem að horfa upp á það að 42% kvenna verða fyrir ofbeldi hérna í Íslandi á aldrinum 18 til 80 ára. Og það bara ekkert raunveruleiki sem við höfum verið að sætta okkur við. Og ég myndi vilja segja fleiri karlmenn taka þennan bolta og segja bara já, við sættum okkur ekki við þetta heldur. Þú veist, að staðreyndin bara svo að 20% karlmanna geta verið ofbeldismenn. Og það þetta rosalega hátt hlutfall. Og ég myndi vilja sjá þá sem að vilja beita sér í bara betra samfélagi, réttindum kvenna og þar með bara jafnrétti. Ég meina að við erum að ná fram réttindum kvenna og standa vörð bara getuna þeirra til að kæra ofbeldi og fá eitthvað svona réttlæti, að þá erum við að sjá miklu jafnara samfélag. En þú skrifaði grein sem var svolítið sláandi einmitt afvegaleiðingu svona orðræðunar svolítið og þar sem að kannski íslenski karlmenn hafa jafnvel frekar farið út í það að svona standa saman og varpa ábyrgðinni svolítið yfir á karlmenn af erlendu bergi með erlendan uppruna. Og þannig að þetta einhver svona kannski svolítið óvænt samstæða þarna og svona virkilega frávarp á ábyrgð, má segja. Að tala að þetta ofbeldi sé að fangilsin séu full af erlendum ofbeldismönnum og að heimilisofbeldi sé innflytjendur og þú greinilega hefur svona orðið mjög vör við þessa orðræðu eða hvað? Já, ég skrifaði náttúrulega pistil í fyrra þetta, það sem heitir einfaldlega mega bara íslenski karlmenn nauðga konum á Íslandi, að því að leið og við erum að heyra eitthvað fréttaflutning af fólki sem af erlendum uppruna, sem að beita konur ofbeldi, að þá kemur einmitt þessi samstæða gegn útlendingum og þá að vera að tala þessa ólíku menningarheima og allt þetta. En við erum alveg að sjá jafn mikið að ofbeldi vera beitt af erlendum köllum og íslenskum köllum hlutfallslega. Þannig að þetta ekki menningar eða uppruna vandamál, þetta að sjálfsögðu bara kallavandamál. Og við upprætum það ekkert nema þeir taki þátt í því. Þetta eiginlega svona, manni finnst eins og þetta sé orðið svolítið, þetta orðið bara eins og tema, maður heyrir þetta svo víðar og ég tala þetta líka við Tatjanu Ladinovic, þetta svona bara, það virðist vera að þarna þurfi að benda mönnum mjög mikið á að þetta einhvers konar rökvilla þá, því að þú veist, statistíkin sýnir annað
og þú ferð alveg nákvæmlega ofan í það eins og með fangelsinu líka, þú talar útflutning, að Íslendingar flytji út fisk en líka ofbeldismenn, já, akkurat, af því að orðræðan svolítið þannig að, þú veist, að því að ef við heyrum einmitt að hátt hlutfall erlendra í fangelsunum okkar, þá þurfum við að skoða á hvað fórsendum þau í fangelsi. Þau í fangelsi vegna þess að það verið að brottvísa þeim en ekki vegna þess að það hefur brotið af sér. Og það bara stór mun þarna á. Þannig að, og það líka bara svo auðvelt alltaf að aðra vandamálið. Við erum alltaf að tala þeir eru svo ofta að tala að ég búin að missa punktir sem ég ætla að koma inn á. Jæja, ok, þann kemur örugglega aftur til mín. Þú hefur kannski verið að hugsa að þú fyrst það við erum alltaf aðra og svo það þeir, en það alveg rétt svo sem að við náttúrulega lendum öll í því að þetta sögnin að aðra? Já, ég myndi að segja það, aðra svolítið vandamálið, því að það aldrei, þú veist, já, þau eru alltaf að tala þú veist, við hefum nóg með okkar ofbeldismenn og þá veltum maður líka bara fyrir sér, viljum við bara sætta okkur við það að það séu til ofbeldismenn, viljum við ekki uppræta það líka, þú veist, þannig að þetta svolítið svona sérstakt hvernig viðbrögðin eru ólík eftir uppruna gerenda. Og þetta einmitt það sem maður hefur heyrt núna hjá þeim sem vilja loka landamærunum og telja það vera virkilega svona lausn á okkar vanda og innviðirnir þola ekki þetta og við verðum bara að loka landamærunum og þá heyrist alltaf í kjölfari þetta við eigum nóg með okkar ofbeldismenn en svo sem sagt líka við verðum að uppræta það en þú ert að benda á það að það ekki, við sjáum það ekki í verki. Það ekki beinlínis verið að vinna í því. Nei, ég upplifði í raun og veru ekki eins og sé verið mikið að vinna í því. Konur að vinna í því. Við erum alltaf að benda á hvar vandamálin liggja og það bara mjög óeðlilegt að við sem ekki með nógu mörg úrræði til að sinna konum sem verða fyrir ofbeldi á Íslandi. Þú veist, það bara biðlistar allstaðar, hvort sem kvennaakrafið eða stígamót eða Bjarkarhlíð og það auðvitað bara mjög skrítið að okkur finnst þetta að vera eðlilegu partur af lífinu. Það bara ekkert eðlilegt við það að konur þurfi að hafa þessi úrræði og hvað þá að þau séu bara stappfull. Það alveg merkilegt. Og hvað finnst þér svona persónulega? Hvernig eiginlega upplifir þú þetta? Þú orðin svona þekktur aktivisti og leitar þá kannski konur til þín? Verður líka fyrir svona, veit ekki, aðkalli kannski? Já, ég meina fólk hefur alls konar skoðanir á bara því sem ég að segja og það var einmitt þarna merkilegt þegar ég var að skrifa mitt pistilinn það að við flytjum út fiskin líka ofbeldismenn og það sem ég að meina þarna, það ekki hægt að síja neitt út á landamærunum. Við vitum aldrei hver að fara að brjóta af sér. Rétt ef við vitum ekki hvort að vinur okkar að vinnufélagi hafi beitt eitthvað ofbeldi eða ekki. Og það eiginlega bara svolítið fáránlegt og barnaleg hugsun að halda það að við getum einhvern veginn séð þetta fyrir. En það svona segja líka að það hafa Íslendingar flutt til útlanda. Það eru fræg mál til dæmis bara í Danmörku, Noregi, Spáni, Bandaríkjunum, þar sem að menn hafa flustið þeirra landa eða verið þar í eitthvað tíma og beitt þar konur ofbeldi, myrt þær og ég veit ekki hvað. Þannig að ég meina hvernig þetta að sjá þetta fyrir og þýði það að allir Íslendingar séu þá bara ofbeldisfull þjóð. Ég meina þú veist þetta ofboðslega barnaleg hugsun og við verðum að fara að hætta að hugsa þetta út frá einhverjum svona landamærum. Þú ákverðar ekki að hér séu ofbeldismannski og hér ekki. Það bara virkar ekki þannig. Og engir hópar öfurlega eins og hefur komið líka fram og það engar ofbeldið þvert á hópa og stéttir og þjóðerni, kyn eða þjóðerni og ekki á kyn. Það nú mun færri konur sem beita ofbeldi samkvæmt statistík. Já, algjörlega. Og svo líka bara með þessi hópa sem að gleymist inn í svo alls saman. Það eru konur af erlendum uppruna sem verður fyrir ofbeldi. Þær eru 15% þeirra kvenna sem verður fyrir ofbeldi og það stórt hlutfalli alveg annarkvort samlandar þeirra eða einhver af öðrum erlendum uppruna sem beita ofbeldi en svo það líka íslenski karlmenn að beita konur af erlendum uppruna ofbeldi. Þú veist, þannig að ég meina tölfræðin ef við bara skoðum þetta, það þetta alltaf vandamál kalla. Þannig að loka landamærunum það ekki beint svona fyrir þá sem vilja forðast ofbeldi, þá ekki beint kannski góð tilhugsun að lokast ég vil bara inni með ofbeldismönnunum
Ekki Nei, frekar að það var eins og náttúrulega heimilisofbeldi jókst mikið á COVID-tímanum. Já. Því miður. Það var náttúrulega skelfilegar eiginlega tölur sem þá komu svona upp úr COVID-kafinu. Akkurat, og það er náttúrulega bara hræðilegt að horfa upp á þetta. En þetta er það sem við erum að tala um, það er að uppræta ofbeldið og það er ekki, eins og segi, við dröfum ekki einhverja línu. Þetta er samfélagslegt vandamál, þetta er vandamál hvað var það orðræðu, þetta er, við erum að sjá þetta bara mjög, bara svona eitraða orðræðu á samfélagsmiðlum, á TikTok og annar staðar sem að ungt fólk er að neita þess efnis og úr ræðustól Alþingis. Þú veist, og það er rosalega mikið verið að tala gegn því að jákvæða breytingar eiga þessi stað. Já. Og það er bara mjög sérstakt. Það er náttúrulega líka eins og transkonur og hinsegin fólk hefur orðið líka, það er mikið bakslag og ofboðsleg haturfull orðræða í þeirra garð. Það er ofboðslegt áhyggjuefni að það er, eins og þú segir, þegar það eru ræðustól Alþingis og þegar það er í fjölmiðlum og í hlaðvörpum og öðru, það gefur þessu svona, það gefur leyfið líka þá öðrum ungu fólki einhvern veginn, þetta sé í lagi að tjá sig svona. Já, og þetta er bara stór hættulegt. Þetta afleiðingarnar af svona orðræðu eru bara mjög alvarlegar. Þannig að við verðum líka að fara að skoða bara hvernig ætlum við að gera hlutina og vera mjög staðföst í hvert við erum að fara hérna á Íslandi. Að við getum alltaf borið okkur saman við önnur lönd og hugsa okkur, já, við erum nú búin að ná ansi langt en við höfum ekki náð þangað sem við eigum að vera ef við erum ekki búin að ná að uppræta þetta. Og partur af því líka eru þetta líka að hafa sterkt réttakerfi þar sem að þolendur og bara úrræði fyrir þolendur, þar sem að það er eitthvað sem fer í gang sem að vendar rétt og gætir hagsmuna þolenda. Í dag er bara í raun og veru slíkt kerfi ekki til. Nei, og þú sjálf fékkst þær upplýsingar að kerfið hefði gert mistök. Þú komst fram í heimildinni og sagði frá því. Já. Getur þú sagt okkur örstutt fyrir þá sem ekki hafa lesið það? Ég er sagt kæri nauðgun í október 2021 og fer þar alla réttu leiðinnar og geri allt sem ég á að vera að gera. Það tekur 2 ár að fella málið mitt niður. Ég kæri það og fæ svo tilbaka bara, já, að þeir hafi, ég bendi á það að það vantaði gögn í málið mitt áður en þið tóku afstöðu og í stað þess að kalla eftir gögnunum að þá ákveður bara að segja bara herðu, gögnin eru bara ekki til að því að þau voru ekki skráð inn í löke og við ætlum ekki að taka afstöðu til þeirra þannig að málið stendur eins og það stendur þannig að við fellum það bara niður. Og ég tilkynni þetta til umboðsmanns Alþingis og segi bara ég fekk ekki réttláta málsmeðferð vegna þess að það er verið að taka afstöðu í málinu mínu án þess að hafa öll gögnin á reiðum höndum. En svo var ég bara mjög nýlega, bara fyrir 2 vikur síðan, að fá tölvupóst frá saksóknara sem að segir að lögreglan þarna klúðraði rannsókninni með því að til dæmis taka ekki öll gögnin saman, koma til skila til saksóknara og ekki gera vettvangsrannsóknir og ýmislegt fleira. Og viðurkenni þarna að í raun og veru að já, lögreglan hefur klúðrað rannsókninni en það er ekkert hægt að gera í því. Þannig að ég seti uppi með það að ég fékk ekki réttláta málsmeðferð en þetta fær ekki endur upptöku máls og þar af leiðandi ekkert réttláta fyrir mig. En þó vissulega þetta segja einhvers konar viðurkenning að þá er bara ekki nóg fyrir mig að kerfið segja bara já við klúðruðum málinu en við ætlum ekki taka ábyrgð á því. Það er mikið náttúrulega svona málaferli sem að þið hafið talað hjá vitund bara, þið haldið svona málum til haga er það ekki? Og þið ræðið þau, hvað oft málsmeðferðin er ósangjörn og byggð á einhvers konar, ég veit ekki, hugarfari sem að ykkar mati er úrelt, er það ekki? Algjörlega. Og málið er líka bara, ég ákvað bara mjög snemma í mínu ferli að afhjúpa bara hvernig þetta kerfi virkar í rauntíma. Því þá er ekkert að segja við mig bara þetta var nú bara eitthvað sem var löngu síðan eða þetta er ekki svona í dag eða eitthvað. Þetta er svona og þetta er raunveruleiki þolenda því að málið mitt er bara svona bara mjög típist nauðgunarmál sem fellt niður og það eiginlega bara svona representar
ef ég má slætta smá, bara almenn mál í réttakerfinu. En það er ekki alveg bara undantekning, bara þetta var virkilega slísalegt, þarna fór eitthvað og þau viðurkenna það og þú bara, þannig að því miður þá þetta frekar svona þegar þú lítur yfir og fylgist með málum, því það náttúrulega ákveðin vinna fyrir þann sem ekki fagmaður í þessu og bara í fullu starfi við það, þá þetta ákveðin vinna sem þið hefur unnið að fylgjast með málum og taka þau saman og taka statistíkina saman, ekki? Einmitt, jú, algjörlega og maður þarf að vera að rannsaka þessa hluti og skoða þetta. Ég er búin að lesa svo mikið af skýrslum og svo mikið af alls konar upplýsingum varðandi þetta og auðvitað bara fengið að sjá svona innsýn inn í annarra manna mál og það eiginlega bara, þú veist, það brýtur í manni hjartað að sjá þetta bara ítrekkað aftur og aftur. Það eitthvað sem klúðurast, það eitthvað og þetta eru svona hlutir sem að í raun og veru bara partur af tékklista. Þetta eru hlutir sem eiga að vera gerðir í hverju einasta máli og það að klikka. Þannig að ákvað eigum við að treysta vegna þess að þolendur eiga engan málsvara innan kerfisins. Það bara, máli fer bara til lögregluna, lögreglan gerir bara, þú veist, það sem ég kalla gagnaöflun en ekki rannsókn. Og svo því bara að skila til saksóknara og mér finnst það bara ekki góð vinnubrögð. En svo sagt, einmitt afsakar kerfi sig, sko, maður hefur ekki heyrt það beint frá kerfinu en svona út af við þegar fólk að afsaka kerfið og segja bara, já, það náttúrulega svo mikið málum því að náttúrulega kjölfarið MeToo, þá var þetta bara algjör bylgja og ég meina, það bara önnur hver kona sem að kæra núna, það svo mikið af, og allt telst til ofbeldis nú til dags og það má ekki gera neitt og svona, þetta náttúrulega þessir röddir sem því miður ennþá og þetta sé þannig að það sé, og einhvern veginn hátt ennþá verið að réttlæta það hversu óréttlátt þetta kerfi Já, af því það einhvern veginn auðveldara fyrir fólk að gera það heldur en að horfast í augu við hversu mikið ofbeldi að grasserast hérna á Íslandi. Það bara þannig og í litlu samfélagi að þurfa að horfast í augu við þetta í hverju fjölskyldu, að það í hverju samfélagi, í hverju þorpi, í hverju hverfi að þetta nálægt okkur. Já, ég skrifa bara í pislið mitt að konur ekki að velta fyrir sér hvort það verði fyrir ofbeldi, heldur hver muni beita þar ofbeldi. Þetta bara það algengt. Það ekki ein einasta manneskja á Íslandi, ég vil bara ekki trúa því að sé til ein einasta manneskja á Íslandi sem þekkir ekki eitthvað sem hefur orðið fyrir ofbeldi. Það bara óásættanlegt, algjörlega með öllu. Og það náttúrulega óásættanlegt að gera lítið úr því ofbeldi á einhvern hátt, sko. Algjörlega. Það alveg sama hvort það eru einmitt einhver bylgja og fleiri sem að kæra, enga síður það jafn alvarlegt ofbeldi og náttúrulega í kjölfarið á svona vitundarvakningu, þá kannski það fleiri sem að taka við sér og þora kæra eða þora að segja frá. Já, og þau eiga líka að geta gert það og treyst kerfinu og treyst ferlinu og treyst réttarkerfinu og réttarvitundinni þar. En bara því miður erum við bara ítrekkað að sjá mál sem að manni finnst bara borðliggjandi vera annarkvort sýknað eða fellt niður. Það eiginlega bara ótrúlegt að horfa upp að bara hvernig þetta ímyndaða réttarkerfi í raun og veru virkar vegna þess að það ekki byggt til þess að vinna mál fyrir þolendur, það byggt til að vernda gerendur. Svo kvisast það náttúrulega út og finnst þér að vera raunverulega líka komið bakslag í það að konur kæri og konur láti vita og sæki sinn rétt. Finnst þér þetta nú þegar hafa verið að fara að virka svona letjandi á ungar konur til dæmis? Já, það gríðarlega mikið vantraust á kerfinu og ég held að þú veist, bara eins og í mínu tilfelli, ég held að ég myndi kannski tilheyra þessu 1% sem að fengi eitthvað svona réttlæti að því að mér fannst málið mitt bara svo borðliggjandi, sem það klárlega en engu að síður þá var það bara ekki nóg. Og ég sé bara mjög mörg sem að hafa kært sem mæla ekki með því og það ótrúlega sorgleg staða og ég meina við erum bara með 3% sakfellingar hlutfall í nauðgunarmálum og 3%? 3%. Það mjög lítið. Já, það hæst sem ég hef segið 3,48% og svo Landsréttur að snúa við sektardómum
í sýknu í þriðjungi tilfella. Þannig að við erum kannski bara með 1% sakfellingarhlutfall í alvörunni ef maður pælar í því. Þannig að þetta er mjög stór slagur sem fólk að fara í. En hvað með svona rassíu sem að maður heyrði að lögreglan væri farin að ganga harðar fram í að rannsaka barnaníð og ofbeldi gegn ungum börnum og stúlkum og sérstaklega. Maður heyrir af svona einhverjum að það sé ákveð átak en Ég tek því bara fagnandi að það sé verið eins og var að tala líka ofbeldispíramídan, nauðungastjórnun og þvíumlíkt að vera að segja að lögreglan sé núna að nýta sér þessa þekkingu til þess að takast á við málin í dag en þanga til að ég fer að sjá rannsóknir og mál sem eru unnin á þennan máta og þetta sé að skila sér í einhvers konar réttlæti fyrir þolendur, þá ætla ég bara að bíða hæg. Af því nú þarf lögreglan að vinna traustið aftur og það felst náttúrulega í bættu verklagi. Lögreglan og síðan dómskerfið náttúrulega í framhaldinu og þetta er langt ferli. En í millitíðinni, ef það er fólk sem hefur kært og hefur ekkert fengið neitt, fólk eigir ekkert réttlæti í þessu málaflokki og ég vil fara svona ráðleggja þeim sem verða fyrir órétti að sækja ekki rétt sinn opinberlega. Er þá aðra leiðir, er þá verið að svona fara aðra leiðir í millitíðinni eða? Sko ég hvet fólk alltaf til að taka það ákvörðun sem því líður best með. Maður getur aldrei sagt öðru fólki hvernig það á að gera hlutina, að hvort það ætti að kæra. Maður getur lýst því hvernig þetta er á eigin skinni, náttúrulega, en ég held að öll verða að fá að fara sína leið. Og ég held að ef við missum algjörlega vonina á réttlætinu, þá er þetta töpubarátta. En auðvitað fer fólk aðra leiðir og mér finnst einmitt viðtöl við þolendur og hvernig þau eru að reyna að afhjúpa kerfið og hvernig þau eru að reyna að knýja fram einhvers konar réttlæti, það er bara birtingamynd kerfiskallans sem við erum að horfa upp á og þessu verður bara að breyta vegna þess að við getum bara ekki nota þjáningar þolenda sem einhvers konar eldsneyti í þessar baráttu. Þolendur eiga bara að geta hlúða sjálfur sér og að því þetta er alveg gríðarlega mikil vinna að eigum við það að hafa orðið fyrir ofbeldi og þetta er vinna alla daga, oft bara restina þinni ævi og við megum ekki gleyma því að við erum hér í pínlitlu landi þar sem við getum gert jákvæðar breytingar og ég vil bara sjá þessa nýju ríkisstjórn, nýjan dómsmálaráðherra taka þessi mál bara föstum tökum og fara að gera okkur breytingar sem skipta máli fyrir þolendur. Takk fyrir. En þetta er áskorun og þú ert stjórnarformaður Vitundar sem eru samtök gegn kynbundnu ofbeldi, samtök sem eru sköpuð og búin til raunverulega mikilli þörf og rétt undir lokin er hægt að benda hlustendum, áhorfendum á að leita til ykkar, fá upplýsingar eða samræðu eða hvernig virkar svona ykkar samtök þannig? Okkar samtök virkar þannig að við erum mest að vinna í þessum kerfisköllum sem eru til staðar. Þannig að við erum rosalega mikið að vinna bak við tjöldin. Það eru svona hluti sem ekki sjást en það er mjög mikið af spennandi verkefnum í gangi hjá okkur sem að líta að svona, hagsmunagæslu þolenda og hvernig er hægt að bæta það meðal annars og svo erum við að sjá verklagsbreytingar innan lögreglunnar líka sem að við höfum ítt af stað sem bara mjög jákvætt. En við að sjálfsögðu erum ekki í neinni ráðgjöf en það eru þetta alltaf hægt að hafa samband við okkur og spyrja hvert er hægt að leita til að fá fagaðila að borðinu en okkar markmið fyrst og fremst er að gera breytingar í kerfinu og við erum alveg komna með eins og segi, bara mjög spennandi verkefni í farveginn sem að vonandi verða að veruleika. Já, það má náttúrulega benda fólki á Stígamót og aðra og Bjarkarhlíð og fleiri. Það eru til auðvitað, það er ákveðið svona net sem fólk getur leita til sem betur fer. Já, akkurat. En þið eru þarna bak við tjöldin að vinna að
Já, breytingum, við erum rosa þörfum mikið bak við breytingum. tjöldin og svona einstaka píslar kannski að koma út og svona en það er oft mesta vinnan er bak við tjöldin og það er það sem að mun skila sér mest fyrir þolendur í framtíðinni. Takk fyrir ykkar starf Takk. í Vitund. Guðný S. Bjarnadóttir, stjórnarformaður Vitundar samtaka gegn kynbundnu ofbeldi. Hjartast þakki fyrir að koma að rauðaborðinu og taka stöðuna og segja okkur fréttir. Takk fyrir mig. Ég þakka hlustendum og áhorfendum fyrir að vera með okkur og Laufey Líndal Ólafsdóttur fyrir að varpa spjallinu yfir til ykkar fyrir mín smá fríminútur og höldum svo áfram hérna fyrir rauðaborðið. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.